Já, komið sæl, sunnudagur og synir Egils Elsa. Hér á eftir koma til okkar 3 gestir. Það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ritstjóri á Gímaldinu, Javana Pavlovic, mannfræðingur og oddviti Borgarbyggðalistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með 3 oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þú ert velkomin. Þú lærði að því. Takk fyrir. Að hlæja því. Ég vildi fá 2 nöfn til þig líka. Já, þú meinar, ég skil. Já. Nei, það er bara einfalt Smári, fyrir mér. hvað er þetta? Flokkarnir sem hafa mælst með mest fylgi í könnunum og líka fólkið sem flesti nefna sem vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það er svona líklegt að borgarstjórinn sé einhvers þar. Já, næsti borgarstjóri sýndu við borðið. Já. Ég veit ekki hvað er að byrja hérna, við kvarta yfir hérna við rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað er verið að fara að kjósa. Að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem er ekki, og nú að tala það hérna á leiðinni eða stundum með stjórnmálumræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur undir. Þegar þú lendir inn í eitthvað svona þá er spurt stöðun í skoðanakönnunum og með einhverjum allra mynda stjórn, en það er eiginlega ekkert fyrir að ræða það hvað er verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósendur þurfum að taka afstöðu til í kjörkljóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu, það lítur að vera þannig. Þannig að mér myndi vilja að byrja eitthvað að fara, hvað er hérna, þú er nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirihlutanum, þau eru bæði tilheyra meirihlutanum. Hvað er það hérna, hvað er aðalmálið? Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur og þá er það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdaþreyta í ráðhúsið og sömu öfl hafa stýrt borginni mjög langt skeið, svona heilt yfir, sama stjórnmálaaflið sittið við stýrið í skipstjórasætinu kannski, getum við sagt. Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að. Þessi valdaþreyta birtist kannski í því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að ykkur leyti, þó allir sé ekkert undir þar, komin í eitthvað tvílabeinsturn og hægt að hlusta á það sem íbúar vilja. Fólk upplifir mikið stjórnlyndi, að yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum. Að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frjálsum valkostum og borgararnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara á sínum eigin forsendum. En ef að byrja aðeins, þetta er svolítið rætt þetta. Ef ég er að keyra bíl á Miklubrautinni og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinnuna? Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga, sem eru mjög góðir, mjög frábærir og það er nú gaman og það er nú fyrir mína tíð, sko gaman að rifja það samt upp, en það er fyrir mína tíð í borgarstjórn og það voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga og töldu að í köldu og vindasumu Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla. En síðan kemur í ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramátin, hjólreiðar. Og það eru ekki þannig að Reykjavík verði, ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis, en það hefur verið vaxandi. Og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minnihluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott á okkur leiða og það er eitthvað sem ég myndi vilja breyta. En á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, þáverandi, tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar. Hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara á síðasta borgarstjórnarfundi sanna að það ekki eða nýverið samþykkja uppfærða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt. Þannig að þarna líka ekki deilurnar. Þú ert að tala það borgir skiptir sér að því hvernig við förum í vinnuna, hvað börnin borða, fá ekki bjú í skólunum og þetta tala svo þessu hluti sem hafa stundum komið inn í umræðina. Já, ég held að mér finnst þetta með merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá er ég að tala um borgarlínu. Ég held að, og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því, bara já eða nei spurningu, vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örugglega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur eitthvað neginn... En ef þú myndir spyrja viltu borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%. Já, þá koma öðruvísi svör og það er vegna þess að það er búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta er sumstaðar meira, það fer eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl.
Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þrönga fólki inn í. Og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja að baki borgarlínu eins og hún lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar á almennri umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni, þannig að það sjáu sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta svona ákveðið stjórnlyndi. En Hildur, Sjálfstæðismenn stjórnuðu Reykjavík öll eftirstríðsárin alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til þess að nota bíla. Hver munurinn á því að Sjálfstæðisflokkurinn þröngar öllum inn í bílinn, þannig að þú getur ekki lifa á þess að eiga bíl og fjölskyldastundu bara 2 bíla til að geta lifa af í Reykjavík, eða að meiri hlutin býður upp á valkost og þú getur keypt á bíl, þú getur farið með strætó, þú getur hjólað, þú getur haft bara ýmsa valkost. Er það ekki meiri valkostur heldur en Sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sínum tíma? Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar. Þegar að bílaborgin byggist, eins og þú segir, að þá var hún að byggjast bara upp í allstaðar þar sem að vera að skipuleggja nýjar borgir í hinum vestræna heimi. Bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi. Og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það er sem fólk vill. Og þetta, fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu. Svo skapast auðvitað einhverjar áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan ég hef stundum kallað þetta menningarstríð. Mér finnst vera menningarstríð í umræðu borgarmál og fólk þetta í skotgrafir og tala bara 2 öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína er útfærð í dag að einhverju leyti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og Miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann er bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjulága og börn. Almenningssamgöngur geta verið kostur fyrir okkur öll. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsamlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það er þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og það er hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara 1 bíl en ekki 2 fjölskyldur og annar aðilinn geti ferðast með almenningssamgöngum. Það er enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga, sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér 1 faramáta að geta gengið. Og til þess að það gangi upp að þá þarf fólk að hafa vinnustæðinar í heimili sínu og þá komum við inn í skipulagsmálin. Já, aðeins Pétur, getur ekki tekið bara undir þetta eða allt sem hún er að segja. Meiri segja sig komið valdaþreyta, þess vegna skiptuðu eða bara út framboðslistunum og settu þig á óttinn. Ég held að þurfa alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það er alltaf verið að vegna þess að í skoðanakönnunum að þá er orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það er svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið tölu niður systematískt í langan tíma, en ef við tökum þetta í samhengi við það að samgöngusáttmálinn er sáttmáli sem öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafi komið sér saman með ríkinu sem er stórkostlegt að ná saman vegna þess að sko atvinnu svæðið okkar er suðvesturhornið. Á hverjum einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitarfélögunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna sem er bara frábært, við tökum vel á móti þeim. Og þegar við skrifaði undir þetta fyrst þá voru þetta bara eintómir sjálfstæðismenn og hægrimenn og svo það. Já, en áður en skrifaði undir þetta, þá búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það yrði of mikil trafík vegna þess að okkur er að fjölga svo mikið. Fólk er að fjölga mikið, bílum er að fjölga mikið, heyrt þetta áður, það koma 79 bílar á götuna í hverju einustu viku, þannig að þetta var fyrir séð. Við sáum þetta fyrir og þá koma sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn. Lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálann og þá er farið að stað. Og samgöngusáttmáli er annars vegar vegaframkvæmdir og nú er þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og það er verið að gera Arnarnesvegi núna. Þannig að annars vegar er þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur. Og almenningssamgöngur, það er búið að gera þetta í öllum borgum, við erum alltaf aðeins eftir á. Og þá er augljóst að sterkar, góðar, hágæða samgöngur, almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að leysa úr þessari flækju, þannig að við komumst hraðar á milli staða og það er mér finnst Hildur stundum verið að lýsa bara borgarlínu. Þetta þarf sér akreinar til þess að þetta komi hraðar á milli
komast hraðar á milli staða. Varst þú ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða? Þegar ég held að borgarlína væri, nú þetta er mjög athyglisvert því að ég segi stundum við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á séragreinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá kemur þetta svar. En það sem okkur greinir á, þetta er mjög mikilvægt, það er við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð, þau vilja kerfi sem þrengir umferð. Við viljum kerfi sem er ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni, þau vilja kerfi sem er fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna er leikur munurinn. Við viljum bara fylgja þessu sáttmála, það að stoppa núna sáttmálan. Samgöngusáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfum það í huga, það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem er fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifuðu undir það. Ég verð að vísa í myndina, þá voru þetta bara hægri menn og svo Dagur B. Og Einar Þorsteinsson 2024. Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gættu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa sáttmála. Nei, þetta er höfuðborgarsvæðið allt. Þetta eru við verðum að horfa á þetta heildstætt. Þetta eru öll sveitafélögin í kringum okkur sem koma að þessu og að það rífa hann upp núna, það mun tefja allt. Það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og það mun bara tefja þetta. En tefja hvað? Það eru 7 ár frá því sáttmálinn var undirritaður, það var ekkert gerst í Reykjavík. 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekinu upp, það tafði þetta 2 ár, síðan 24 skrifað aftur undirritað og það eru bara 18 mánuðir síðan. Og rétt fyrir kosningar, og þetta er líka í sveitafélögunum kringum okkur, það er svo auðvelt að rétt fyrir kosningar að segja, heyrðu, fólk er svona óarð með þetta, veit ekki alveg hvað borgarlínan er, við skulum rífa þetta upp núna og finna einhverja nýja lausn. Mér finnst þú ennþá verið að lýsa borgarlínu þegar út að þrengja bílnum, það þarf sér akreinar. Í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það er ekki verið að þröngva upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar, eru þeir orðnir 60 kílómetrar. Okay? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10.000 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn, þá myndi umferðin þessi þetta fólk sem hjólar í dag og væri í einkabíl, það tæki frá Káurheimilinu og upp á Kjalarnes. Þetta eru 25 kílómetrar. Auðvitað er gott fyrir einkabílinn að fólk velja að taka hjólið eða almenningssamgöngur. Já, aðeins því að þér að tala um að þrengja að eða bæta við. Líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni, þar sem hefur komið svona tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu, þannig verður bara ein akrein í báðar áttir. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við akrein fyrir borgarlínuna? Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finna á þessu lausnir. Þú finnir ekki svæði, hvað viltu taka þetta? Ef þú skoðar þversniðið af Suðurlandsbrautinni eins og það á líti út með við núverandi tillögur, þá til dæmis gert ráð fyrir 2-2-földum hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1-2-földan hjólastíg Suðurlandsbrautina, þarf ekki 2. Þú endur alltaf með að taka annað hvort hjólastíg eða grænt svæði. Ekki taka hjólastíg, sleppa því að bæta við hjólastæði. Það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já, við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leyti inn í dalinn, en svo er það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem ekki er hægt að koma fyrir séragreinum, þá njóta þau forgangs á umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullinbrúin er annað dæmi. Við erum með svona stræt og tekur degi áður. Já, en það má efla þetta allt saman með allt öðrum hætti, já. En ég vil fá að nefna að lokum strákar Gullinbrúna. Það er annað dæmi. Grafarvogsbúar eru gríðarlega hræddir við að það eigi til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akreinar af umferðinni og læsa Grafarvogsbúa inni. Hún er bara að vera í umferðinni. Í blandar umferð, akkur á ekki verið sérakrein þar, akkur á það að Gullinbrúnu en ekki á Suðurlandsbrautinni. Nú, ég held að þetta sérakreinar aðstæður. Það er yfir brúna, það þurfti að gera nýja brú þannig við hliðina á. En akkur má ekki gera það eins og Suðurlandsbraut. Akkur getum við ekki gert það þannig þar? Það hefur ekki þrengt að í sáttmálum núna á ekki að þrengja að eða hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúnni. Og akkur ekki á Suðurlandsbraut líka? Sanna, þú ert eitt af þessu fólki sem vill almenningssamgöngur en ekki borgarlínu endilega. Sko, ég segi betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það er svo margt hægt að gera strax, meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó. Væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki reynslu að því að nota.
Ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgaryfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þarna frábært plan, við ætlum að koma með borgarlínu, hún lítur rosalega vel út, hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur, þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þangað til ætlum við ekki að gera neitt. Þetta er svip á Hildur að segja, þið verða aðlaga ykkur á okkar frábæru hugmyndum, það eru ekki byggðar á ykkar þörfum, en við erum búin að finna lausnina, aðlagið ykkur að okkar hugmyndum borgina. En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það er það sem að planið snýst að koma með þá sér ágrein, fjölgaferðum og þetta er allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur, þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta talum að sé verið að taka eitthvað af einhverjum. Ég vil meina að það sé verið að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að komast hratt á milli staða, af því það er hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar. Treysti sér ekki til þess út af því að þetta er einmitt ekki áræðanlegt kerfi. Það er ekki áræðanlegt þegar strætó er á hálftíma fresti, við erum ekki með biðskili, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti, 690 krónur. Þannig að það er hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, er á bílnum. Þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni að því þetta snýst að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum og ég meina, ég bara elska bíla, ég elska það að vinur mínu skutla mér. Þú ert ókeypis í strætó? Já, ég myndi vilja gera það. En viljið þið rukka í strætó? Já, fyrir fullorðna. Við höfum stutt ókeypis í strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorðna, já. En ég myndi aðeins vilja bregðast nefnilega við, að því að mér finnst vera ákveðin miskilningur hérna uppi, varðandi að því að menn segja að sko, ef það endurskoða hlutina þá muni það tefja allt saman. Það er gríðarlega óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálann. Núverandi plön gera ráð fyrir því að það er komin 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið að þá þarf að innlega sérstaklega löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræði á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram, ég styð góðar samgöngur land allt, en mér finnst það er mikil innviðaskuld hér, ríkið stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það er algjörlega galið að við eigum að þurfa að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni Péturs, Kristrúnu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikan í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp og ég er algjörlega sannfærð að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera á móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki. En þetta er ykkar hugmyndaverk þessi veggjöld að þetta er þegar ríkið var í höndum Sjálfstæðisflokksins að þá kom þessi hugmyndum að þeir borga sem að nota þetta er bara hægri hugmynd í þessum að þau vil ekki sjá þetta. Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Við til dæmis viljum taka Miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja henni einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í Miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis Sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki. En talandi veggjöld, auðvitað á að koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta er útsvara fjármagnstekjur því við erum með stóran hóp hér í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef það er pælingin. Það er það sem ég er að benda á. Ég er bara í 8 ár og ég er bara fagna því að fleiri koma með mér og tala fyrir því að við berjumst fyrir þess að þingi. Ég er ekki að leggja það til, en ég er að benda á að þetta er leiðin sem lögð er til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir Sjálfstæðisflokkinn. Þegar Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var hægt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessar samgöngubætur. Það er alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það er ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að þetta er planið. Það er ekki betra að stóla á það, Hildur, að þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Ég man eftir því að Síminn var seldur til að byggja Landspítalann
og ég meina það gerðist ekki. Ég að benda á þessu óviss. Ég ósátt við þessu óviss. Akkur á borgin bara að hætta við allt saman vegna þess að óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar. Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitafélög. Öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Ég vil heilu 9 hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstærstur meirihluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi að ferðast með borgarlínu með við núverandi skipulög. Og ég hrædd að sveitafélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki. Komi þessi samgöngu ás ekki. En þú getur aldrei verið viss vegna þess að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin er. Þannig að þú mynd aldrei gera neitt, af því að þú veist ekki hvernig ríkið muni standa við sitt. Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa hluti. Þú ert að enda að segja að þú færð aldrei svör vegna þess að það getur verið kosið og... Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan og hvernig þau ætla að skipuleggja þetta. En að því að við verðum að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við hefum ekki verið að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríkið sitja á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekið sínar af fjármagni greiðir ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem er sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem er í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðinn en það er einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn þá er bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu að því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með lausnir í staðinn þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn getur sammælst það það sé eðlilega krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur. Þetta er bara allt önnur umræða sko því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu þannig að það á ekki að koma útsvarstekjum þannig að þetta er bara allt önnur umræða. Og það eru kosningar og 2 ára fresti. Hún talar þrýsting að sveitarstjórnin myndi þrýsting á ríkisstjórnina. Já, það er ekki leið til að fjármagna samgöngusáttmálann. Það var til að endurskoða. Ég var til að endurskoða í staðinn fyrir að kannski ríkið komi fjármagn í gegnum þá veggjöld. Það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu. Þá fáum við fjármagn til þess að reka sjálf það er það sem við erum að tala um. Það er bara mikil óvissa. Við getum alveg talað þetta fram og tilbaka hvernig á að gera það er samningur á borðinu og það er kosið á 2 ára fresti. Það var fyrst skrifað 2019 og síðan 2024 og fyrir kosningar þá alltaf hann hleypa upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta á að ríkið finna út úr sinni fjármögnun og það er ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á. En Pétur, þegar að sáttmálinn var endurskoðar 2024 þá sammæltist mennum að hann er sannlega endurskoðar á 2 ára fresti. Að þetta voru að fara í 300 milljarða fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðun. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft að endurskoða. Þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinast degi eru að kosta okkur líka. Já, það er líka ekkert búið að gera þessi 7 ára því það var illa sami fyrir Reykjavík og það er það sem við erum ásátt við. Nei, út af við endurskoðum, við tókum hann upp og það taði okkur 2 ár. Nú verðum við að halda áfram. Það eru stundur svona mál í pólitík. Þú tekið uppbyggingu Landspítalans við Hringbraut. Það sem var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna vegna þess að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut er ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafarvogi, Keldnalandinu. Stundum er þetta bara þannig að það eru mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því að fara í genum marga fundi en það er eitthvað að því sko. Akkur má ekki taka þetta eftir alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni. Ég held við verðum bara aftur eftir 2 ár þá er kosið til þings og þá eru einhverjir flokkar sem munu vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar á eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Það verður að, þegar búið að skrifa undir samninga þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmennum til bæ. Við erum eitthvað, nei, væri þetta ekki betra þarna? Við erum ekki til í framan okkur.
Þú veist, þarna allavega, það búið að vinna vinnu, það búið að rannsaka þetta og þetta niðurstaðan. Þú veist, við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki, þetta náttúrulega ekki búið að opna þetta getur vel verið að verið alveg frábært, ég ætla ekki að segja hvað ég myndi verið að spýta. Það eflaust, sko. En það var svo, að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni, að því það er verið að tala að setja útferða með öðrum hætti, að það væri að setja auka akrein, en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina, því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum, þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala að við viljum halda í, að því okkur finnst það gott. Þannig að ég líka spyr mig bara, af hverju mega þau sem nota strætó og ganga, af hverju mega við ekki fá pláss? Það er hræðilegt að vera stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar en að komast áfram. Af hverju mega við ekki fá pláss? Og talandi mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýs að gera, þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa. Og það er ekkert verið að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera. Og það er bara hægt að gera þetta með öðrum hætti, sko. Það að hafa borgarlínu í miðunni nú aðalega öryggi þeirra sem taka almenningssamgöngur og gangandi vegfarenda. Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar þeir fara út úr vögnunum. Alltaf eina í staðin fyrir að þvera eða mögulega enga. Hildur valdi þetta umræðefni. Hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur? Er það borgarlína og samgöngur? Það er nú svo sem ekki bara þetta, það er fleira sko, en þetta var eitt af, já. Það er húsnæðismál og það er fólk sem er í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju í óskupunum er ekki verið að tala um húsnæðismál, hvernig flokkarnir frambúðin ætla að leysa þetta hefur ekki valla komist á dagskrá. Það er verið að bjóða þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáranlega þætti þar sem við eigum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá. Við eigum að vera syngjandi, við eigum að vera hress, við eigum að vera skemmtileg, en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól. Það spyr hvenær kemur að mér. Þetta er fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta er fólk sem kemst ekki inn á biðlistan eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta er fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálarlífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa. Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli? Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu. Hún fari bara beint í að byggja. Það er fullkomlega eðlilegt. Það er ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það er engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka að víkka þetta út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við hefum líka styðja meira við óhagnaðardrifin félög og byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum. Þannig þú ert að tala um rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum. Já. Það er fullkomlega inn í félagsbústöðum. Og við getum skoðað alls konar útfærslur. Ég meina við getum skoðað bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði, fólk er að kalla eftir alls konar. Ég meina sumir vilja búa í svona saman með sameiginleg rými, aðrir vilja það alls ekki. Sumir er að kalla eftir minni íbúðum sem er ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það til staðar fyrir íbúaborgarinnar og mér finnst það eitthvað sem við eigum að gera. Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til þess að gera þetta? Já, félagsbústaðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem er hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústaða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir, við höfum sett núna næstu milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt, það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem er að greiða hærri leigu því við heyrðum sko fyrir áformum að það ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem er náttúrulega bara galið. Þannig að auðvitað sko, hvað kostar að borgin að gera þetta ekki? Af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun, sem þurfa stuðningin í skóla. Þetta er bara greiðlega mikill kostnaður. Þannig þetta er það sem við eigum að vera að ræða, hvernig við viljum gera þetta. Svo er ég vissum að koma fram í umræðinni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði. En þá er verst að spyrja af hverju vill fólk ekki leigja. Er það því að leigumarkaðurinn er eins ömurlegur og hann er og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðningu fólk þannig að geta átt heimili. Við áttum líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum, sem heitir verkamannabústaðir, þannig að fólk átt íbúðar. En þú tekur undir allt sem að Sanna segir. Já, þetta er náttúrulega bara grundvallar verkefni sveitarstjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi. Við verðum alltaf að byrja þar. Það að krakkar sér að flytja mjög oft með foreldri sinum, sérstaklega einstæðum foreldri sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál. Þetta er verkefni í sveitarstjórnina. Þannig ég tek undir með Sönnu í þessu og það er það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög
gríðarlega mikilvægt og biðlistarnir eru langir. Það að borgjafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðustu stöðunni. Og það eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hætt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og þessi hópur gleymist. Þú ert ekki með sömu áherslur? Já, nei, við erum ekki með sömu áherslur. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að Sanna segi félagsbústaði hafa gott bolmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu, rekstur félagsbústaði í járnum. Hann ósjálfbær. En hún var að vísa í sérst eignirnar. Það var fjárhagslega geti í eignunum að ég held að sé skuldirnar séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem skráðin í kaupellinni séu 70%. Nei, svo skuldirnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán. Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta. Við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það greiðlega mikilvægt. En það sem við höfum haft áhyggjur af þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda. Og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúðas félagsbústað og þar fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúðana en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við Sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreignastefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og Sanna vísaði með áðan í kannanir sem hafa verið gerðar nýlega, gott að það var ekki Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði. Og vil losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er. Já, við þurfum auðvitað að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir á húsbyggjendur. Það hefur verið mjög þung og svifarsinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja í Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækkað, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðin, tryggja fleiri möguleikana að eignast eigið húsnæði. Heldur það sé lausnin fyrir einstæðu móðurina sem eru á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, heldur það sé lausnin? Að íta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu. Já, að hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðin í sína eigin íbúð. Hvað er íbúða núna sem markaðurinn byggði en enginn vill kaupa? Ég veit það, að því að borgin að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja, með gríðarlega íþyngjandi kvaðir, lúxusíbúðir með engum bílastæðum sem enginn vill kaupa. Hvað í heiminum hefur markaðurinn leyst húsnæðisvanda en að fátæku? Það er enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína eigin íbúð. Ég tók það með einstæðri móðu og leigumarkaði sem fer með 70% ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. Finnst þér að borgin eigi aðstoð þess að byrja ábyrgð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðin? Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð auðvitað að skipuleggja meira land, að aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það er ýmislegt sem við getum gert til þess að lækka húsnæðiskostnaði í borginni. Það er ýmislegt sem við getum gert og af hverju skiptir máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu, jafnvel að þið væri bara góðum, örugum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varuð ánægð með, jafnvel að fólk væri þar. Séreign er náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér örugt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður mjög margra. En Sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem hétu verkamannabústaðarnir. Hann eyðilagði það sem var akkúrat svar við þessu sem þú ert að segja. Af hverju má hinn fátæki ekki eiga húsnæði? Við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað flokkur sem að ég nenni ekkert í eitthvað svona trip down memory lane eitthvað sem einhverjir sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíð. Þetta er bara kunna það pólitík sem hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna. Ég held að líka boðið upp á það er ekkert eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Það er líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðjum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks vera byggð á félagslegum forsendum, að við séum ekki að fela markaðinum sem að vill græða rosalega mikið að byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum
eigum ekki að fela honum að sjá þetta. Þú er ekki trú á leið Hildar? Ég hef ekki trú á því og ég sé þetta einmitt akkurat öfugt að við þurfum einmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í rauninni óhagnaðardrifnar íbúðir í kerfinu að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðin fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að líta til borg í kringum okkur eins og Vínarborg þar sem 60% er í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðin fyrir að núna erum við að miða allt við markaðin og það á við líka hjá leigjendum fjölsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá er hún samt að miða við markaðin þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komast þó inn í þetta skjól að því þetta er ekki, þú veist, þetta er ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakann húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigjenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka á verðstýrðum markaði. Leigjendur félagsbústaða, leigjendur bjargs fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða og bjargs af því að annars myndi ekki ráða við hana. Þannig þetta er líka ósjálfbært að vera að verja 4 milljörðum á 3 árum í sérstakann húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu. Pétur, ert þú þarna mitt á milli þeirra eða? Já, sko, ég hef alveg trú á markaðnum. Markaðurinn það sem... En sama spurninginu var með Hildu. Trúur að markaðurinn leysi húsnæðis? Nei, það er málið, sko. Einstæða móður á leigumarkaði? Mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá. Markaðurinn leysir margt og það eru einhverjir sem taka áhættur með sína fjármunni og byggja upp og vonanslega geta selt. En sveitarfélögin þurfa að grípa hina og það er bara gert með nokkuð eins og Sanna segir, sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðardrifin félög og við sjáum núna bara, þú veist, ánægjuna hjá íbúum bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög. Við erum, þú veist, Reykjavík eru búin að vera að þroskast og þróast í, sko, frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur saman við. Hér er engin þroskaður leigumarkaður. Við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið. Bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri, 24 manns inn í Reykjavík. Hinn sveitarfélögin hafa líka verið í kringum okkur að fjölga. Þú veist, fyrirtækjum að fjölga, störfum að fjölga. Þannig að þú veist, við erum búin að gangi gegnum rosalega svona uppbyggingatíma. Mér finnst við þurfa núna eins að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk er sem þarf mest á því að halda og ég held að markaðslausnin sé ekki eina lausnin. Við verðum að tryggja. Hún er auðvitað ekki eina lausnin. Það er ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa á félagslegu húsnæði að halda og við munum standa með því. Það er annað sem er líka sérkennilegt í húsnæðistefnu borgarinnar er að uppbyggingaraðilum er gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðin magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þeir mitt gaggrínið. Þannig að þetta er ákveðin, það er bara, þessi húsnæðistefna er ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni. Er það rétt sann að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í Ég er ekki að tala inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað. Það er rauninni talað að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðardrifið, samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðardrifina félaga sem að þetta eigi að fara til, að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir lágtekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðardrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdentaíbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að lægra verði. En það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir, sem ég myndi vilja bara skilja nánar, kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það. Hvað er átt við þegar að tala að fólk sko eigi ekki að festast í félagslega kerfinu? Ég meina, við erum samfélag. Hvað er að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur örugt heimili? Ég skil ekki þessa hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslegri íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar. Ég skil þetta ekki. Ég bara í alvörinni átta mig ekki á því hvað er verið að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra. Ég bara í alvörinni þetta er eitthvað svo súr hægri della sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar. Ég bara í alvörinni fatt ekki alveg af hverju það er eitthvað slæmt að búa í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum. Það er bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst mjög merkilegum uppvexti þínum og bara mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar.
með við 2 milljónir á mánuði og það er ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum megin forsendum og ferðast upp þennan félagslega hreyfanleika. Og ég hef ágjur til dæmis af hverfum sem að... Sönnu það ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið, ef þú ferðin í félagsbústæðina þá viljum við sparkaður út. Við viljum ekki tala um að sparka fólki til sjálfshjálpar, styðja það til sjálfshjálpar. Hún teglir sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa. Algjörlega stórkostlegt og hún er alveg frábær, hún Sanna og ég er búin að vinna með henni í 8 ár og hún er bara ótrúlega flott. Og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég er að benda á er að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innan bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en persónulega sögur annara. En það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börn alist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef ágjör af fyrirætlunum þessa meirihluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsleg blöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum. Að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu. Og það auki möguleika þeirra á að svona, hvað ég segi, þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og afla sér meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sýna að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun, lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér er mjög umhugað börn sem að alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sann erum kannski ósamála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð. Við ólumst upp við fátækt og stundum áttu við ekki skó bara með gat og sólónum og svona ímislegt sem að kveikir svona öfugt jafnvel aðbrýðisemi að geta aldrei tekið þátt í neinu og þegar eru svo aftur börn sem að eiga allt, fengu allt sáttu kannski við liðnáminn í skólunum þetta er mjög sárt, þetta er eitthvað sem þarf að laga þetta má ekki vera svona Ég upplýði nefnilega af krökkunum í kringum mig að því ég ólst upp í kringum ég ólst ekki upp í fátækt en ég ólst upp í kringum börn sem voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það er mjög sárt svona að rifja þau upp þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá er ég að þegar ég tala um að sárt var ekki að tala um sárt fyrir mig, ég er að tala um foreldrarnir það voru örugglega svo mikið að keppast við að bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað þú veist en ég veit alveg og það eru mörg dæmi þess að í kringum mig voru stórir systkinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fékk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga gott öflugt líf í dag því þau fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað. En getum við verið að tala svona eins og við að þeir sem að komast út úr fátækt þeir bjargast, verður við ekki bara að vera í samfélagi þar sem að það er bara virt að börn fá mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar að sjálfsög ekki þannig að sumuleyti erum við að tala líka um heim sem er bara sturlaður það sem er bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og það lýsir mannvirðinguðinni hvað með í laun En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í Háteigskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðurkenni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissi að við þurftum að fara að hjóla með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það uppátt. Þannig að það er stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema einmitt kannski einhver lítill hluti veit nákvæmlega hvað átt við og í Fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkonum þegar ég fór í Fellaskóla og þú veist, við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinu væri að við hefum ekki verið í einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það er alltaf þessi svona, hvað segir maður, svona stimpill á manni. En það er ekkert góð blöndun heldur, skilur þú veist, þannig að þetta er bara spurningum að blanda þessu, að finna rétta jafnvægið í, að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpir staði. En allir sem ólust upp í Fellahverfinu horfa til þess bara með
Já, ég myndi segja bara hlýjum hug. Við höfum hérna oft fengið fólk hérna Fellahverfinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þetta ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegu staður sem við með ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna. Ég held að fólk sé frekar stolt bara að verið brjóðldinu. Ég er alveg sammála því. Ég held að áskoranir það ekki upplögt samfélag í sortublokkurinn í Skúlagötu. Nei, það ekki góð félagsleg blöndun þar heldur. Ég meina þetta gengur í báðar áttir. Við stöndum fram fyrir Breiðholti, Fellaskóli og Hólabrekkuskóli sem ég var í. Ég var daginn og búin að fara nokkur sinnum núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar stöndum við frammi fyrir nýrri áskorun að það eru stór hluti barnanna í skólunum, í Fellaskóla og í Hólabrekkuskóla, sérstaklega í Fellaskóla sem ekki með íslensku sem móðurmál og þetta dálítið svona afskipt hverfi og þarna eru hærra hlutfall félagsíbúða heldur en annar staðar og þarna ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó þegar ég var að alast upp. Þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin upp yfir og bara heyrðu þið græði þetta. Við verðum bara að grípa þessu börnum. Ætlum ekki að fara yfir okkur ég er í íþróttafötum með það? Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona. En ég er að koma úr græna gímaldsleipinu. Beint úr græna gímaldsleipinu hingað til ykkar. Sem svona skipulagsmál. Náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt. Það leikskólamálin. Það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks. Þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leyti ýtt yfir á foreldra sem hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga. Það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódelið sem að mér fannst vera, ég skal viðurkenna, ég ekki með börn á leikskólaaldri lengur, sem mér fannst vera bara svona meira og minna það sama. Stendur þú við Reykjavíkurmódelið? Já, því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að koma keyra í gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið. Núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir, meta áhrifin, en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttást er í rauninni að við getum ekki, atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapitalíska kerfi sem við búum við, þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru ekki að tala það? En auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja að leikskólanir séu góðir og við séum þar með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið. En mér finnst einhvern veginn í þessari umræðu allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina, af hverju erum við ekki að tala um það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá eiga ekki fyrir reikningum. Þú veist, mér finnst það líka megum ekki sleppa því í þessari umræðu. Pétur, þangað til að við komumst að þjóðarsátt það að launafólk eignist börn. Reykjavíkurmódelið, styður það? Já, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkurborg, Þínu flokki? Já, bara þessu meirihluta og bara borgarstjórn að koma seint með þetta. Leikskólamáli voru svolítið á höndum Framsóknar lengst vel á kjörtímabilinu og þegar Kópavog kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir, þá kemur Reykjavík seint. Mér finnst það bara svona frekar illa gert. Þegar Reykjavíkurmódelið síðan kynnt núna og tekur gildi 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstæða foreldra. Þannig að því leyti finnst mér það töluvert betur heldur en Kópavogsmódelið. Það hefur bent á það, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, 2 börn í skóla, þá getur kostað 500.000 eða alltaf 500.000 á ári meira að vera í Kópavogi. Þannig að það kannski erfiðar að vera þar lágtekju fólk heldur en í Reykjavík. Mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna. Það svona, við getum séð fyrir hvernig börn eru skráð í vistun og einhver fyrirsjáanleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli. Þannig ég tek undir með sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn í leikskólamálunum. Myndir þú fella Reykjavíkurmódelið ef þú kemist til valda?
Við vorum ekki hrifin að Reykjavík-módelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki í Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki í Reykjavík þar sem eru 90 og þurfti eiginlega að vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku og ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskráðnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki eins skarpir í Reykjavík þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvað raunverulega áhrif þetta hefur á að draga úr álagi á starfsfólk. Þetta er bara eins og Sanna sagði og ég er sammála með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu. Nú er þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka 15 skall. Ég þarf ekkert á þessari auka meðgjöf að halda þannig að mér fannst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sé búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa og það sem við erum líka ósátt við það er þessi skráningadagar að nú er börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetrarleifum grunnskólana og svona og ég og systkini sem eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla, veit ekki eins og hvað vetrarleifi grunnskólana en þau eru alltaf að skrá börnin sín sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólanir eru í vetrarleifi og greiða svo gjöld sérstaklega fyrir það. Þannig að þetta eru flókin mál þessi leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem getum talað í allan dag. En við höfum rætt svona, við það er góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem er hérna. Ég sagði upphafi að það væri oft þegar væri að fara að líða kosningum að þá beindu spyrlarnir alltaf umræðina skoðanakönnunum og með hverjum alltaf að mynda meirihluta og með þetta Sigurjón ekki að taka einn rúmt á því. Já, þetta er náttúrulega fyrsta spurning hvort að Samfylking og Sjálfstæðisflokkur geti með ykkur móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að það var 2 flokka meirihluti og þá var það bara hvernig sko... Ef einhverju geta svaraði þá var það líklega þessi 2. Ég get sagt sko að við Hildur þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meirihluta þá Sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í Samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að Þú ert eiginlega að segja nei við spurningunni. Nei, sko, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það er erfitt að mynda meirihluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé ekki. Ég mókast ekki neitt, ég er bara alveg sammálaðir. Sammálaðum? Já, þú veist, ég menna klísjan eru alltaf við göngum óbundin til kosninga og allt þetta. En stundum gerður svona samningur að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlandsbraut. Já, sko, það er auðvitað eins og ég nefndi hérna í upphafi þáttar, komin ákveðin valdaþreyta í Samfylkinguna í Reykjavík og borg. Ég er nýr maður Þú ert nýr maður, en þú veist það er bara sko, þetta fólk hefur meira að minna þó að Pétur sé komið nýr, þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann er þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríkju mjög lengi og fólk held ég bara, og við sjáum það jafnvel á skoðanakönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nóg. Þú horfir til hægri? Við horfum til hægri, meira, já, við gerum það. Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svona svakalega hægri meirihluta næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur og jafnvel Framsókn eins og það komið út síðast. Þá held ég að við sem að fara að horfa á gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar. Við þurfum að kjósa vinstrið, ef við viljum ekki fara til hægri, þá kjósum við vinstrið. Þegar kemur að því að mynda meirihluta, þá snýst þetta eins og Pétur segir málefnin og flokkar sem að ná saman málefni og það eru bara eiginlega eins. Ég er ekki sammála. Við sáum að viðskiptaráðum daginn, þess að þið voru bara á sama punkti, það þurfti að stækka myndin til að sjá hvernig... Já, þegar kemur að spurningum viðskiptaráðs, það er mjög eðlilegt. Já, það er ekkert óvælt í því. En við þetta bara segjum með fólk vill breytingar, þá er bara Sjálfstæðisflokkurinn að vera stór. Þannig að hinir flokkarnir skipti ekki eins miklu máli. Hverju eru líkast í Sjálfstæðisflokknum? Er það Miðflokkurinn og Framsókn?
Ég myndi segja að þetta séu svona, já, Viðreisn kemst þetta inn líka. Viðreisn verður í líki hlutverki. Þegar kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og svona laga til í rekstrinum og þar mikill samhljómur með Viðreisn. Brynjar Níelsson hefur sagt að það sé eiginlega engin munur á Sjálfstæðisflokki, Miðflokki og Framsókn. En Viðreisn kannski líkar í samfylkingunni. Í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum, en ekki hvað var það rekstur borgarinnar eða menningarstríðinu sem þú ætti að segja, já, en ekki þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessu ákvafa miðflokksins að vera á móti innflytjendum Já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því, sannarlega ekki. Nei, en Sanna, hvað sér þú fyrir? Með hverjum gæti vinstrið mynda meira þetta? Við erum með þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýrt hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna 3. stærsta framboðið og það er ennþá nokkri dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum þetta bara að vinna með þeim sem eru til að taka undir þessa svona, ég meina á maður ekki að hugsa stórt til þess að maður nú í þessu. En það er samt að semja sig inn í. En mér finnst gaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að samfylkingin núna sé svona að leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú byggja fyrir alla tekjuhópa og það er bara gaman svona í aðdraganda kosninga þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sósíalist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og segja það skýrt. Hvernig var að vera í 5 flokka meirihluta? Það mjög skemmtilegt og við komum miklu í gegn og ég er mjög ánægð með áhersluna að hætta að Það er búið að samina 2 af þessu flokkum. Við bara tölum okkur niður á niðurstöðu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa hvað sundrar, heldur bara hvernig getum við unnið saman, hvernig nýtum við tíma sem best, hvað saminar, fókusum á það. En við sjáum eiginlega aldrei skoðanakönnun þar sem meirihluti fyrir samfylkingu, vinstri, Pírötum og Sjálfstæðisflokknum. Við sjáum heldur eiginlega aldrei þar sem miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn með meirihluta. Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neyddust til þess að sjóða saman einhvern meirihluta svo að borginni var í stjórnað þá einhvern veginn. Þetta eins og menn segja, Viðreisn er í ákveðnu stöðu. Það er bara þannig. Það er ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það sem ég óska mér helst að verði hægt að gera á næsta kjörtímabili er að ná bara meiri sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem þau hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borgina niður. Ég er nokkið sammála því, Reykjavík er alveg frábær borg en þjónustan er töluð niður. Nei, þjónustan hefur verið töluð niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið töluð niður en ekki borgin sjálf, hún er alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meirihluta sem er reiðbúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni þannig að langstæðstu meirihluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna. En núna er það ekki þannig að ykkur fái umboð til stjórnarmyndunar. Nei, það er ekki þannig, nei. Það verður allt vitlaust á kosninganótt, þá fara allir að hringja í alla. Sá sem verður fyrstur að hringja í, hann gæti... Stundum er þetta byrjað undan. Ég man að í loka kappræðum á RÚV síðast að þá var ég búin að taka eftir að Einar og Dagur varu farnir að daðra og ég varaði nú við þessu og þeir eruðu vandræðilegir og svo kom það í ljós. Þannig fórum það. Þetta var gaman. Já, þetta var það. Sömuleiðis, loksins, komið til ykkar, strákar. Það er komið. Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið upp. Nú kom ég bókstaflega hlaupandi til ykkar. Gott að ræða um pólitík í svona almennilega klukkutíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur. En eftir augnablika þá ætlum við að ræða það sem við köllum vettvang dagsins. Kannski tölum við mestu kosningarnar, ég veit ekki, gefur ljós eftir auglýsingar.